væri hægt að nýta sterka stofna betur. Þetta segir forstjóri Hafrannsóknastofnunar sem vill skoða hvort rétt sé að takmarka veiðar á ákveðnum svæðum til að vernda stofninn. Lillý Valgerður Pétursdóttir. Sjávarútvegsráðherra ákvað í gær hver heildaraflinn verður fiskveiði árið 2012 til 2013. 7. árið í röð verður dregið úr veiðum og ýsu en aðeins var gefin út kvóti fyrir 36.000 tonn. Þannig aflamarki í ýsu næsta fiskveiði árið aðeins 40% þess sem það var fiskveiði árið 2006 til 2007. Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar, segir að eftir mjög sterka árganga í kringum aldamótin, sérstaklega árið 2003, séu nú 4 lélegir árgangar að koma inn í ýsuveiðarnar. Við lögðum til töluvert, vægari sókn, þannig að þessum árgangar myndu endast í fleiri ár. Það var okkar tillaga og það var ekki farið fyllilega eftir því, þannig að við teljum að það hefði mátt gera það skynsamlega, þannig að kannski að skellin hefði orðið heldur mýkri, en það breytir nú kannski ekki því að við hefum setið upp með þessa 4 lélegu árganga sem við erum núna að sjá hérna í farvatninu. Jóhann segir erfitt að segja til hvaða skýringar séu á þessari lélegu nýliðun. Kenningar séu að það hafi sitt að segja að ýsan hafi tekið að færa sig í miklu mæli norður fyrir land samhliða hlýnun í sjónum, en áður var hún að mestu fyrir sunnanland og vestan. Að ýsunni takist ekki eins vel til að koma afkvæmum á legg eins og hún hefur gert á hefðbundinni slóð. Hann segir megnið af veiðunum og ýsu nú fara fram við sunnanvert landi. Hafrannsóknastofnun ætli því að skoða hvort rétt sé að takmarka veiðar á því svæði til að vernda stofninn. Þegar tiltekið magn væri komið á land af ýsu sunnan við landið, þá yrði sókninni beint norður fyrir land.